Í þessu námskeiði ætlum við að fara yfir forritið Microsoft Access 2007 sem í Office forritapakkanum. Microsoft Access gagnagrunnskerfi, en gagnagrunnskerfi hugbúnaður til að skrásetja, breyta, birta og halda utan gögn. Gögn geta verið allt frá einföldum jólakortalista, símaskrá og geisladiskasafni upp í pöntunarkerfi flugfélaga og gríðarstór bókhaldskerfi. Vissulega hægt að skrá einföld gögn á ýmsan hátt án þess að nota Access og stundum á það betur við. Hægt að skrifa jólakortalistan upp í Microsoft Word með nöfnum og heimilisföngum. Access hefur það hins vegar fram yfir Word að geta skipt gögnum í töflur og þannig til dæmis haldið utan postnúmeraskrá bæjarfélaga á einum stað og þá þarf ekki að slá inn bæjarfélag fyrir hvern einasta viðtakanda, heldur aðeins postnúmer sem jafnvel væri hægt að velja úr lista. Mögulegt var að setja upp geisladiskasafnið í Microsoft Excel. Access hefði þann möguleika umfram Excel að auðvelt að gera fyrirspurnir gögnin, til dæmis að birta alla íslenska geisladiska með flýtindum sem aðeins hafa gefið út einn disk á tilteknum tímabili. Ýmsir kostir felast í því að geyma gögn í gagnagrunnskerfi. Í fyrsta lagi hægt að takmarka innslátt notanda við fyrirfram ákveðin gildi. Sem dæmi takmörkun á innslætti má nefna að ómögulegt væri að slá inn postnúmer sem ekki væri til í postnúmeraskrá. Annar kostur við gagnagrunnskerfi sem vert að minnast á að kerfið tryggir að ákveðin gögn séu til staðar og tengslin milli þeirra séu rétt. Dæmi að gagnagrunnskerfi þjóni þeim tilgangi að vit sé í gögnum væri að símaskrá leyfði ekki að nafni væri bætt við nema þá aðeins að símanúmer væri slegið inn líka. Þriðji kosturinn sem felst í að geyma upplýsingar í gagnagrunnskerfi að minnka endurtekningar í gögnum. Sem dæmi endurtekningar má nefna að í einfaldri símaskrá þar sem koma fyrir hjón væri líklegt að maðurinn og konan hefðu sama heimasíman, en þau getur haft sinnkot GSM-síman og þyrfti þá að margskrá sömu nöfn og símanúmer ef gögnin væri í Word eða Excel. Access hins vegar brýtur gögnin niður í töflur, passar upp á að hvert nafn sé skráð aðeins einu sinni og tengir hvert nafn við þau símanúmer sem við á. Taka ber fram að með Access afar einfalt og fljótlegt að útbúa þægileg innsláttarform sem jafnvel má taka skrefinu lengra og búa til úr sjálfstæð forrit sem dreifa má til vina eða viðskiptamanna. Að auki mætti nefna að með Access geta margir verið að vinna í gagnagrunninum samtímis. Í Word eða Excel geta ekki margir verið að vinna í sömu gögnum nema annað hvort sé afritaræða eða margir hafi sama skjal opið, en þá aðeins einn með réttindi hverju sinni til að breyta skjalinu.